Íslenskur sjávarútvegur margþættur og hefur í gegnum tíðina verið ein mikilvægasta atvinnugrein landsins, enda eru einhver gjöfulustu veiðislóðir í Norður-Atlantshafi í veiðilögsögu landsins. Greinin stendur fyrir verulegum hluta útflutningstekna landsins og afleidd störf eru margvísleg, svo sem á sviði nýsköpunar. Eftir því sem hefðbundnum störfum í sjálfri greininni hefur fækkað, hefur störfum í fjölþættum hliðarstörfum fjölgað. Sjávarútvegsráðstefnan vettvangur faglegrar umfjöllunar sjávarútveg. Ráðstefnan í ár fagnar 10 ára afmæli og verður haldin 7. til 8. nóvember í Hörpu í Reykjavík. Hugmyndin að sjávarútvegsráðstefnunni að skapa samskipta vettvang allra þeirra sem koma að sjávarútvegi, svo sem þeirra sem starfa við veiðar, eldi, frumvinnslu, framhaldsvinnslu, sölu og markaðssetningu, þjónustu, rannsóknir og þróun. Einnig opinbera aðila og nemenda, kennara, fjölmiðla og annars áhuga fólks. Í þessum þætti kynnumst við nokkrum málstofum sem verða á sjávarútvegsráðstefnunni, en byrjum á því að ræða við stjórnarformann ráðstefnunnar sem segir að umfang hennar hafi vaxið umtalsvert ár frá ári. Já, það má segja það og efnistökin verða alltaf fjölbreyttari og þetta árið þá reyndum við að fara þá leið að spurja greinina hvað hún vildi sjá á ráðstefnunni hjá okkur og við vonum að við stöndum undir væntingum manna þegar þeir gáfu okkur í rauninni leiðbeiningar með því að svara könnunni hjá okkur á síðasta ári. Til hverra höfðar þessi ráðstefna sérstaklega? Já, hún höfðar í rauninni til mjög breiðs hóps. Það í rauninni sjávarútvegurinn ekki bara þeir sem eru í vinnslu og veiðum. Þetta orðið mikið tæknifyrirtæki og útflutningsgreinar margar aðrar heldur en sem lúta beint að fiski eins og við sjáum með allan búnaðinn sem verið að flytja. Já, bara að segja nánast hringinn í kringum hnöttinn, Marel og þessi hátæknifyrirtæki sem koma að þessu. Axel segir að sjávarútvegurinn hafi tekið miklum breytingum. Hann náttúrulega bara alltaf að tæknivæðast, það það sem og hann að vera umhverfisvænni og sjálfbærari má segja. Við leggjum við Íslendingar mikla áherslu á sjálfbærni okkar sjávarútvegs og ég held að þar höfum við forskot. Á sjávarútvegsráðstefnunni munu háskólanemendur kynna lokaverkefni sín á sviði sjávarútvegs. Erindin í þessum flokki eru 20 talsins. Það mjög áhugaverð verkefni þarna sem lúta ýmsum rannsóknum í sjávarútveginum, bæði tækni og veiðar og lífríkið. Hversu mikilvægt að ungt fólk komi að sjávarútvegi með einum eða öðrum hætti? Það náttúrulega mjög áríðandi að unga fólki sé virt og við þurfum að huga þar að námsmöguleikum og það að greinin sé opin fyrir þessu unga fólki og það fái bæði viðbrögð frá greininni, hvað greinin vill sjá í námi og síðan að það hafi tækifæri á að koma inn í fyrirtækin, finnst mér. Svolítið vantar að unga fólki sé hvatt til að koma inn í fyrirtækin og sjá hvað í gangi og mennta sig eftir þörfinni. Það mikil gróska í ýmsu hér en við vitum oft ekki hvað að gerast í næsta húsi. Heldur þeir sem eru erlendis, þeir fá stundum finnst mér bæði frá vísindafólkinu okkar og tæknifyrirtækjunum betri upplýsingar heldur en við hér heima og þar kemur sjávarútvegsráðstefna sterk inn og hlutverk hennar ætti að vera sterkt í að miðla alltaf nýjustu hlutum sem að gerast í greininni, bæði í vísindunum og námi og í tækniframförum. Þannig að þarna ber fólk saman sínar bækur? Já, kemur saman og ber saman sína bækur og eflir tengslanettið, kynnast þeim sem eru í greininni og hafa frá því nýjasta frá að segja. Miklar breytingar hafa orðið í umhverfisþáttum í hafinu umhverfis Ísland undanfarna áratugi og til þess að skilja áhrif slíkra breytinga á lífverur hafsins þörf á langtímavöktun sem og sérhæfðum rannsóknum. Þorsteinn Sigurðsson, sviðsstjóri hjá Hafrannsóknastofnun, fer einmitt yfir þessa þætti á sjávarútvegsráðstefnunni. Rétt fyrir aldamótið þá hlýnaði mjög í hafinu. Og við erum að tala kannski meira heldur en svona á heimsvísu því að við erum á þannig svæði hér í Ísland þar sem eru kaldir og heitir straumar sem mætast
og hlýju straumarnir ýttu þeim köldum meira frá og það hlýnaði mjög mikið. Og samfara því þá höfum við séð gríðarlega mikla breytingar í útbreiðslu margra fiskistofna, bæði hér á heimamiðum, ýsu, skötusel og viðlíka sem allir þekkja, en við erum líka að sjá miklar breytingar eins og í loðnunni, við erum að sjá miklar breytingar og innkomu makrílsins sem áður fyrr var talin sjaldgæf tegund á Íslandsmiðum og við vitum nú öll hvernig það hefur verið á undanförnum árum. Þetta allt gerist svona á síðustu 20 árum, makríllinn heldur seinna inn og hefur haft mikil áhrif á allt vistkerfið. Vandinn auðvitað samt hjá okkur sá að við í raun vitum of lítið vistkerfið hvernig það var og það svona kannski stóra innleggið að við þurfum að vera með miklu öflugri vöktun á hlutunum til þess að geta bæði útskýrt betur hvaða áhrif þessar breytingar eða breytingar framtíðarinnar hafa. Það svona stóri punkturinn í þessu og með því að hafa slík gögn þá munum við í framtíðinni eiga miklu auðveldar með að skilja og geta spáð fyrir afleiðingar breytingar sem verða völdum umhverfis eins og hita og seltu. En hvaða spurningar eru algengastar sem vísindamenn fá? Stóru spurningarnar eru hvaða áhrif þetta hefur á afkomu. Við höfum séð til dæmis í loðnunni að samfara hlýnuninni þá hefur stofninn ekki verið viðlíka eins stór og það var á síðustu öld. Við sjáum það bara best í aflanum þar sem að við erum með meðalafla upp á 300.000 tonn á þessari öld á meðan það var yfir 900.000 tonn 20-30 ár þar á undan, þannig að þetta nú einhver smá breytingar og hvað það sem veldur þessum breytingum auðvitað stóra rannsóknar efnið, er það á lirfustíi eða á ungstíinu og þetta getum við líka sett í tengsl við innkomu annarra tegunda, eru þær að hafa áhrif á vistkerfið á neikvæðan hátt, ekki bara á jákvæðan hátt þegar kemur að veiðum og þetta allt svona spurningar sem er mikilvægt að við spyrjum okkur og mikilvægt að við söfnum gögnum í raun til þess að við getum farið að svara þessum spurningum með einhverjum ábyrgum hætti. En hvað varðar vöktun á hafin og rannsóknir, þörf á stór átaki? Það má segja að mörguleyti sést þörf á stór átaki. Við erum þó, svona maður segir nú eitthvað jákvætt það sem við höfum að gera. Við erum með ýmislegt í gangi og ég get nú nefnt að þegar síldin byrjaði að koma inn í okkar lögsögu 1994, þá hófum við strax leiðangur 95 og í þeim leiðangri og hefur ætíð verið síðan sem samstarfsleiðangur með Norðmönnum og Færeyingum og hefur áherslan verið á vistfræði þannig að við höfum verið að safna miklu meira heldur en upplýsingar síldina, bæði umhverfisþættina sem og aðrar tegundir eins og átu og við erum að vinna úr núna þessari löngu seríu sem við bara lögðum til hliðar, vitandi það við höfðum ekki bolmagn til þess að sinna því en við erum sem betur fer núna að greina þessar upplýsingar og vonumst til að þær gefa okkur einhver lítil svör í öllu þessu stóra. Og sama gerðist í raun með makrílinn sem við byrjuðum að taka þátt í 2009 leiðangur og það er mjög umfangsmikill vistfræðileiðangur. En þetta svona stóru fókusin á úthafið. Við vitum minna kannski það sem nær okkur og ég tala nú ekki það sem hérna vestan við okkur, við Austur-Grænland og tengslin með loðnuna. Já, hafrannsóknir eru mikilvægar, en snúum okkur þessu næst að hvatningarverðlaun sjávarútvegsráðstefnunnar og TM sem veitt verða í fyrsta sinn. 3 fyrirtæki hafa verið valin úr hópi tilnefninga til að hljóta hvatningarverðlaunin tilkynnt verður vinningshafa verðlaunanna á ráðstefnunni. Við mat á tillögum var litið til frumleikan og áhrifa á virðisaukningu. Einnig var litið til áhrifa á ímynd íslensks sjávarútvegs, sjálfbærni og samstarfs. Rannsóknir og nýsköpun eru gríðarlega mikilvæg fyrir sjávarútveginn, sérstaklega fyrir framþróun í sjávarútvegi. Því það þarf að byggja þessa framþróun á traustum þekkingagrunni. Á hvaða sviðum eru Íslendingar framarlega hvað þetta varðar? Íslendingar eru gríðarlega framarlega hvað varðar fiskveiðistjórnunarkerfið okkar og það byggir einmitt á rannsóknum og þróun. En við erum einnig mjög framarlega í hvað varðar nýtingu á fiski
og þar hafa svo sannarlega rannsóknir og þróun og tæknifyrirtækin tekið höndum saman og gert það að verkum að við erum að nýta fiskinn okkar betur en aðrar þjóðir. En nýsköpun og rannsóknir, þessir þættir þurfa væntanlega gjarnan að fara saman. Já, rannsóknir að þær þurfa í rauninni að styðja mjög þétt við nýsköpunina því að nýsköpun, þetta er svona eitthvað sem þarf bæði að sanna sig og þetta þarf að virka og þetta er ekki lengur bara hugmyndin, þannig að rannsóknir og þróun eru svo sannarlega mikilvægur og fara saman með nýsköpun. Hólmfríður segir að sjávarútvegsfyrirtæki starfi mjög gjarnan við hlið nýsköpunarfyrirtækja og frumkvöðla. Já, íslensku sjávarútvegur hefur verið mjög duglegur að ýta undir nýsköpun og kalla eftir nýsköpun og þetta er raunin alveg einstakt hvað bæði rannsóknarstofnanir og tæknifyrirtækjanna hafa fengið í rauninni að fara bara inn á gólf og tala við fólk og koma auga á tækifæri til nýsköpunar. Þetta er alveg einstakt held ég á Íslandi. Og horfa útlendingar til þessa þátta? Já, svo sannarlega horfa útlendingar til þessa þátta og þeir eru að njóta góðs af því að tæknifyrirtækin þau eru að fara með þessa nýsköpun sem hefur verið til hérna á Íslandi, þeir eru að fara með hann í útflutning og skapa verðmæti fyrir Ísland. En hvað með að styrkja möguleika til rannsókna, hvernig stöndum við Íslendingar okkur í þeim efnum? Við stöndum okkur sem ágætlega með að við stærð landsins því að við erum náttúrulega lítil þjóð og þá kannski já, sjóðirnir, ekki stórir, en við höfum möguleika bara eins og aðrir í Evrópu að sækja í Evrópusjóði til dæmis og þyrftum þá hugsanlega að gera meira af því og þetta eru stórir sjóðir. En hvað með samstarf við erlendar rannsóknarstofnanir? Er Ísland fýsilegur samstarfsaðili? Já, Ísland er mjög fýsilegur samstarfsaðili hvað varðar rannsóknir og þróun í sjávarútvegi því að íslensku sjávarútvegi byggir á mjög sterkum þekkingagrunni og eins og ég sagði áðan að þá hafa bæði rannsóknarstofnanir og tæknifyrirtæki og aðrir fengið þennan einstaka möguleika að fara inn í fyrirtækin og bara tala við fólk og koma auga á tækifæri. Þannig að Ísland er mjög fýsilegur samstarfsaðili í rannsóknarverkefnum. Á sjávarútvegsráðstefnunni 2019 þá verða veitti hvatningaverðlaun TM og sjávarútvegsráðstefnunnar. Þú ert þar í forsvari. Eru mörg fyrirtæki sem að koma til greina? Já, það eru töluvert mörg fyrirtæki sem koma til greina að verða tilnefnd til hvatningaverðlaunina og fá hvatningaverðlaunin. Og við erum þar að sérstaklega horfa til ungra fyrirtækja sem eru að vinna að þróunarverkefnum sem að styrkja stoðir íslensks sjávarútvegs og skapa væntingar í hvað varðar framþróun í sjávarútvegi. Hólmfríður segir töluvert mörg sprotað fyrirtæki starfandi á Íslandi sem tengjast íslenskum sjávarútvegi. Ég myndi segja að það væri bara nokkuð blómlegt í kringum sprotafyrirtæki sem að tengjast sjávarútvegi og við höfum séð það mjög vel á handhöfum íslensku nýsköpunarverðlaunanna því á síðastliðnum 7 árum að þá eru 5 fyrirtæki sem hafa hlotið íslensku nýsköpunarverðlaunin sem eru tengt sjávarútvegi. En þegar að þið í nefndinni voru að fara yfir þau fyrirtæki sem eru tilnefnd, kom það þér á óvart hversu mörg fyrirtæki eru í raun og veru að gera góða hluti? Nei, það kom mér reyndar ekkert á óvart. Ég þekki hennan bransa svolítið vel og var nú búin að fara svolítið yfir þetta. Og nei, það kom mér reyndar ekki óvart því að íslensku sjávarútvegur er sterkur iðnaður og hefur getað stutt við sprota. En það fyrirtæki sem að fær þessi verðlaun fær væntanlega talsverða athygli? Já, fyrirtæki mun fá athygli. Við ætlum að kynna þetta í blöðunum. Þau 3 fyrirtæki sem að verða tilnefnd til verðlaunanna eða koma til greina og síðan mun fyrirtækið fá svifölduna sem eru verðlaun og viðurkenningarskjal og umfjöllun á sjávarútvegsráðstefnunni. Á sjávarútvegsráðstefnunni verður kynning á nemendaverkefnum úr sjávarútvegstengdu námi. Markmiðið er að miðla upplýsingum, þekkingu og auka samskipti og samstarf á milli menntastofnana og sjávarútvegs. Forstöðumaður sjávarútvegsmiðstöðvar Háskólans á Akureyri segir mikilvægt fyrir greinina að fá til sín vel menntað fólk. Það er mjög mikilvægt vegna þess að greinin hún spannar yfir öll atvinnusvið landsins bara og heimsins jafnvel.
Sjávarútvegurinn, þetta fjölbreytt atvinnugrein? Mjög svo. Þetta hlíðar og stoðfyrirtækin eru allt eins og ég sagði áðan. Það flutningar, það nýsköpun, það alls konar vélaframleiðsla og nefndu það bara. Þekkir ungt fólk sjávarútveginn almennt? Þau þekkja hann sko, en það má gera betur. Ég held að sé fann að fjarlægjast svolítið krökkunum og unglingunum, þar að segja að þau hafi ekki eins mikið aðgengi að, allavega hér út á landsbyggðinni eins og var. Þú getur ekki gengið orðið inn í frystihúsin eða neitt þess áttar, það allt lokað meira og minna. Í Reykjavík þarf að bæta betur, ungt fólk þekkir hann ekki nógu vel. Hvert markmið sjávarútvegsmiðstöðvar Háskólans á Akureyri? Það að kynna sjávarútveginn fyrir fólki og standa að rannsóknum og bara styðja við námið hér í háskólanum sem ans býsna víðfeðmt. Styður sjávarútvegurinn við bakið á deildinni? Já, hann gerir það. Hann hefur gert það. Já. Á sjávarútvegssýningunni þá kynna nemendur verkefni sín. Hver tilgangurinn? Tilgangurinn að kynna þetta unga fólk sem að skrifa sín meistaraverkefni sem verða kynnt þarna, kynna þau fyrir greininni, kynna líka atvinnurekendum hvaða nemar eru að stúdera fræðin og hvaða rannsóknir þau eru að gera sem að nýtast sjávarútveginn. Guðrún segir að kvenfólki fari fjölgandi í sjávarútveginn þrátt fyrir að greinin sé ansi karllæg. Deildin á Akureyri útskrifar sjávarútvegsfræðinga, en í hvers konar störf fara sjávarútvegsfræðingar? Bara öll störf í greininni sem að greinin býður upp á, það nú bara þannig og þetta mjög eftirsótt fólk. Guðrún segir að bæta þurfi starfsnám. Hún segir að sjávarútvegsráðstefnan sé á margan hátt skrifuð. Þess vegna sé það eftirsóknarvert fyrir nemendur að kynna þar sín verkefni. Það mjög mikilvægt, bæði kynna sig og sjá aðra, og svo það líka þannig að nemendur háskólana sem í sjávarútvegstengdu námi, þau fá boðsmiða á ráðstefnuna og koma þá og eru með sína bása til að kynna sitt nám og kynna sig fyrir greininni, fyrir stjórnendur greinarinnar, framtíðar atvinnumöguleikar þeirra. Við hoppum ekki hærra en við hugsum yfirskrift erindis sem Ingi Björn Sigurðsson, fjárfestingarstjóri hjá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins heldur. Hann segir að hraðinn aðallega vegna tæknibreytinga sé mikill, einnig vegna breytinga í neysluhegðun og breyttra heimsmyndar. Til þess að íslenskur sjávarútvegur geti viðhaldið stöðu sinni sem sjávarútvegsþjóð þurfi að fóstra nýsköpun, menningu og fjárfestingar. Í enda dagsins þá það hugafæri sem skiptir mestu máli þegar kemur að nýsköpun og kemur að því að mæta nútímanum og það rauninni það að vilja verða í forystu árið 2030. Það ekki nóg að verða 2020, við verðum að verða líka 2030. Þannig að það þarf að halda þessu forskoti? Já, engin spurning og þetta gríðarlega mikið bara þjóðhagslegt atriði fyrir okkur Íslendinga því að ennþá í dag þá Ísland sjávarútvegur það besta og mesta útflutningstekjulind þjóðarinnar þó að ferðamenn séu kannski komin hærra í þegar þjóðarslíkunin skoðuð en þá útflutningur á vöru útflutningur, þá það sjávarútvegur sem skiptir máli og bara það að geta haldið í eða bætt í bara með betri ímynd þá skiptir það gríðarlega miklu máli. Hvað með nýsköpun, íslenskur sjávarútvegur, hann kemur mjög nálagt og vinnur þétt með nýsköpunar fyrirtækjum. Kannski styttri leiðin að kaupa af nýsköpunina? Ég held að þetta sé algjört lykilatriði fyrir þann árangur sem hefur náðst í tækni kringum sjávarútveg á Íslandi hversu náið þessar tveir geirar starfa saman og raunin eru Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki búin að fjármagna miklu leyti þessi nýsköpunarfyrirtæki. Það algjörlega ómetanlegt því að tækni eitt en það skiptir miklu máli að lausnirnar séu að leysa eitthvað vandamál. Og ef þú þekkir ekki vandamál sem þetta leysa, þá mjög líklegt að þú sért rauninni ekki að sinna skylduðinu með þörfinu sem til staðar.
Ingibjörn segir að menningin og sagan sé sömuleiðis mikilvæg. Þessum þáttum þurfi að halda á lofti og Ingibjörn hefur trú á því að fjárfestar komi til með að líta sérstaklega til sjávarútvegs í framtíðinni. Það eru nú þegar þekkt nöfn sem eru að leggja ansi mikla peninga í, kannski ekki sjávarútveg heldur, kannski í haftækni. Til dæmis hann Erik Smith sem var stjórnarformaður Google, uppvaxtarskeið þess. Hann að leggja eiginlega allt sitt enga fjármagn í það að reyna að gera sjóinn að betra svæði heldur en við tókum við honum í rauninni og að fjárfesta greiðlega miklum peningum í sjávartækni. Sjávarútvegurinn náttúrulega hluti af þessu og sjávarútvegurinn það kannski sem að við vitum mest og best og þannig að sú tækni sem við höfum skapað til þess að gera sjávarútveg hagkvæmari, hún skiptir gríðarlega miklu máli í framtíðinni og getur vakið athygli langt út fyrir sjávarútveg. Hafsteinn Sigurðsson, sviðsstjóri viðskiptaþróunarsviðs hjá Eflu verkfræðistofu, segir að íslensku sjávarútvegur hafi staðið sig vel, einnig hvað olíunotkun varðar. Þrýstingur varðandi koltvíoxíðnotkun komi til með að aukast frá ytra umhverfi og því þurfi að leita leiða til annarra orkugjafa. Á sjávarútvegsráðstefnunni verður birt sýn Eflu á því hvernig hægt að ná aukinni sjálfbærni í greininni, byggja upp sérstöðu og snúa við blaðinu, framleiða eldsneytið innanlands. Það nú ýmislegt gerst hratt núna á síðustu, ég myndi segja bara 2-3 árum og við sjáum hvað að gerast í bílasamgöngunum og það allt þannig séð til taks til þess að fara í eldsneytisskipti borð í skipum. Eldsneytisnotkunin umtalsverð, sem dæmi má segja að ef að svona alvöru plastfiskibátur fer í dagstúr, leggur af stað snemma morgni og kemur eftir hádegi í höfn, þá hann kannski búinn að eyða 300 kílóum af dísilolíu. Og þessir bátar geta alveg farið á rafmagn og vistvænt og gott eldsneyti sem við framleiðum hér á Íslandi með. Nú, stærri skipin, þau eru náttúrulega ekki gerð í dag til þess að taka eldsneyti hvort sem það metanól eða ammoniak, þar sem að eldsneytistankarnir þurfa að vera stærri heldur en í skipunum í dag, en það mjög líklegt að innan 20 ára og jafnvel fyrr þá munum við sjá hér skip sigla úr höfn með eldsneyti í formi ammoniaks eða metanóls. Og þetta eldsneyti getum við allt saman framleitt hér á Íslandi. Lykillinn að því að framleiða þetta eldsneyti að framleiða vetni og vetnið hreint ef við framleiðum það með raforku og ef við tökum koltvíoxíð úr andrúmsloftinu þá getum við búið til metanól eða úr iðnaði og eins ammóníak getum við framleitt með vetni og köfnunarefni í andrúmsloftinu. Þannig að tæknin öll til og framleiðendur véla eru þegar komnir með vélar á markað sem brenna metanól og innan 2-3 ára verða komnir nokkrir framleiðendur á markað með vélar sem nota ammóníak beint. Erum við þá þarna sem sagt að tala aukna sjálfbærni? Sjálfsögðu. Það náttúrulega þannig að þegar verið að brenna eða nota ammóníak sem dæmi að þá erum við ekki að skila koltvíoxíð út í andrúmsloftið. Ef við erum að brenna metanóli þá erum við að skila koltvíoxíð út í andrúmsloftið aftur en sama koltvíoxíð og við tókum til þess að framleiða metanóli. En engu að síður, þetta algjör viðsnúningur frá því sem nú ef að þetta fer í gang. Og svo nú alltaf óvissan það hvað rafhlöðurnar verða, vægi þeirra verður mikið og rafmagnið borði í þessum skipum en það mikil þróun á rafhlöðumegin í heiminum í dag og það gæti alveg farið svo að togari myndi fara úr höfni í framtíðinni með töluvert mikla rafmagnsforða. Erum við Íslendingar vel í stakk búnir til þess að innleiða þessi tækifæri sem að þú nefnir þarna?
Já, við erum það. Við höfum náttúrulega virkjanir allt í kringum landið. Við höfum tiltölulega traust og gott dreifikerfi raforku og við erum með náttúrulega skip allt í kringum landið en þetta kostar náttúrulega fjárfestingar í innviðum. Það er alveg ljóst. En það sem er kannski óheppilegt, kannski getur maður sagt núna, er að það á sér stað núna mikil endurnýjun skipaflotans, það er að segja stærri fiskiskipa á Íslandi. Og fiskiskip verða ansi roskin. Og við erum að sjá skip sem eru 30-40 ára gömul sigla hér sjó og veiða fínan þorsk. Þannig að það er mjög líklegt að við sjáum ekki þetta eldsneyti koma inn í íslenska togaraflotan fyrir þá eftir 30 ár það bil. En maður skal aldrei segja aldrei. Og stjórnarformaður sjávarútvegsráðstefnunnar segist þess fullviss að umræðurnar á ráðstefnunni verði faglegar. Við höfum mikla væntingar til sjávarútvegsráðstefnunnar og viljum svolítið að bransinn haldi utanum þessa ráðstefnu og finni til þess að við þurfum á henni halda til þess að vera upplýst og að umræðan sjávarútveg sé ekki eingöngu frá hagsmunaaðilum, að þetta sé ekki hagsmunadrifin umræða, heldur sé byggð á þekkingu og vísindum.